Jæja, kæru ráðstefnugestir, þetta var nú skemmtilegt uppbrot, ég vonaði þið séu sammála mér það og allir séu búnir að vitna hér í gríð og erg. En við skulum halda aðeins áfram og við fáum 2 önnur stutt erindi fram að kaffi. Þannig var nú að Jafnréttisnefnd Háskólaráðs sá sér fært að styrkja 2 meistaranema til að vinna að tilteknum verkefnum sem að munu sannarlega nýtast okkur við að gera nýja jafnréttisáætlun. Annars vegar fáum við núna fókus á það hvað kynjasamþætting í háskólastarfinu og í Háskóla Íslands og svo hins vegar hvernig við getum mælt árangur. Og fyrst ætlum við að bjóða velkomna Dagnýju Skúladóttur, hún með meistarapróf í mannauðsstjórnun og hún ætlar að segja okkur aðeins frá árangursmælikvörðum í jafnréttisstarfi í Háskóla Íslands. Velkomin Dagný. Komið sæl, Dagný heiti ég og ég ætla að kynna fyrir ykkur mastersverkefni mitt í mannauðsstjórnun og leiðbeinendur mínir voru Þorgerður Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og verkefni heitir árangursmælingar í jafnréttisstarfi við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða mælingar henta við mat á árangri jafnréttisstarfsins við HÍ og það var styrkt af Jafnréttisnefnd skólans. Ég ætla bara að byrja á því að segja ykkur frá spurningunum sem ég vann út frá. Það voru 4 spurningar sem ég laði upp með. Það voru hvaða skilningur á jafnrétti í jafnréttisáætlun Háskóla Íslands 2009 til 2013. Hvað einkennir árangursmælingar á jafnrétti? Hverjir eru kostir og gallar jafnréttismælikvarða? Og að lokum þessi langa hvaða árangursmælingar og mælikvarðar henta til mælinga og veita niðurstöður sem endurspegla árangur að jafnréttisstarfi innan HÍ. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá aðferðinni sem ég notaði líka. Og ég byrjaði að gera innihaldsgreiningu á jafnréttisáætluninni, þessari 2009 til 2013, með hliðsjón af jafnréttishugtakinu og þróun þess og undirliggjandi merkingu. Ég gerði svo lesefnisleit sem var meðal annars fólgin í því að skoða hvernig þetta er gert annars staðar og meðal annars skoðaði ég háskólann í Uppsölum en þau eru búin að vera með svona jafnréttismælikvarða og þróun hjá sér frá því 2011 þannig að þetta er svolítið nýtt hjá háskólann í Uppsölum. En það var ég festi svolítið í þeim að þeim fannst ég geta yfirfært þá mælikvarða hingað. Það er nú einu svona skóli sem við mælum okkur við svolítið. Og lesefnisleitin sýndi að það er fjöldinn allur af alls konar jafnréttisvísitölum og kennitölum og mælikvörðum. En til dæmis er glerþaksmælikvarðinn svolítið þekktur mælikvarði fyrir hlutföll kynjanna í háskóla og vísindasamfélaginu. En háskólinn í Uppsölum er með tiltölulega einfalda svona hlutfallsmælikvarða og ég ætla að sýna ykkur bara örstutt frá því á eftir. Ég notaði síðan þessar aðferðir stefnumiðaðs árangursmat sem er kallað balanced scorecard. Ég notaði það og hafði það raunverulega til viðmiðunar og ásamt þessari 4H aðferð. Ég vil aðeins að segja ykkur betur frá en þetta stefnumiðað árangursmat er svona aðferð sem auðveldar skipulagsheildum til að framfylgja stefnu sinni og til að fá yfirsýn og heildarsýn og tengja markmiði stefnum og mælikvörðum eru gerð svona stefnukort og sporkort. En í praktík er það svolítið bara aðlagað að skipulagsheildunum hvernig það er gert og ég hafði bara raunverulega þetta til viðmiðunar þegar ég gerði mína ritgerð. Ég fór ekki strangt eftir því. Af því að ég raunverulega er ekki með ég ger ekki afbrýðsa, ég er ekki með frá byrjun að búa til markmiðin og tengja markmiðin stefnunni. En það er svolítið það sem þetta balance scorecard gengur út á. Ég nota þessa 4H aðferð þá aðalega bara til þess að spyrja. 4H-in er hver, hvað, hvers vegna og hvernig. Þetta er svona greiningatæki sem greinir starfsemi út frá kynjasjónarmið. Og ég notaði svolítið bara þessar spurningar í að spyrja bara hvað á að mæla
og hvernig á að mæla það og raunverulega get ég bætt við hvort að gögnin séu til. Ég setti upp markmiðin í svona töflur, það voru ansi margar í niðurstöðunum og til að svona draga þau svolítið fram og tengdi við það og hvort ef það voru einhverjar aðgerðir í jafnréttisáætluninni þá setti ég þær við hliðina og svo viðmið eða möguleg viðmið raunverulega því stundum voru ekki alveg á hreinu hvort það væri 60%, 40%, 50% eða svona, já, þannig að ég svona gerði möguleg viðmið við það. Ég spurði svo við hvert markmið hvað að mæla og hvort að gögnin væri til og svona framvegis og hvort það væri til jafnvel þekktur mælikvarðar sem að bara væri hægt að nýta. Ég fór eftir það voru 2 svið rannsókna sem ég vann þetta út frá, það var rannsóknir árangursstjórnun og árangursmælingar og þá var ég að skilgreina hugtök eins og stefnumótun og stefnu og svoleiðis og meðal annars fór ég kynjasamþættingar aðferðina og svo náttúrulega femíníska hugmyndaþróun og kynjakerfið og kynbundið valdakerfi skipulagsheilda. En ég ætla ekki að fara eitthvað dýpra í það, heldur ég ætla aðeins að segja ykkur bara frá hvað mælikvarðar eru, af því það ofta ekkert endilega, mér fannst það ekkert skýrt þegar ég byrjaði að gera þessa ritgerð, en sem sagt, þá þetta gert út frá alls konar mörgum ólíkum breytum og það sem við þekkjum náttúrulega fjárhagslegi mælikvarðar og þeir hafa verið notaðir í gegnum tíðina. Og þetta sem sagt mælingar á árangri með gefnar forsendur eða upphafsstöðu og skipulagsheildin er að setja sér viðmið árangurinn og mæla valdaþætti. Og ef við hugsum okkur raunverulega hitamæli, að þá erum við með sem sagt, hættumörk fyrir ofan 40 stiga hita og hættumörk fyrir neðan 36,5 og þá erum við svona örugg á bilinu á milli. Og það er svolítið það sem við eigum kannski að gera á bara mjög einfaldan hátt. Og tilgangurinn náttúrulega er að skapa skilning á markmiðunum sem koma fram í áætlununum og á ávinning markmiðana. Og svona bara mjög einfaldur upplýsingapíramídi til þess að aðeins að það er raunverulega sem sýnir raunverulega það að það er bara verið að þjappa saman upplýsingum í vísitala er raunverulega þá bara mælikvarðar sem eru lagðir saman. Og helstu niðurstöður eru þær að það má greina áherslubreytingar í núgildandi jafnréttisáætlun frá fyrri jafnréttisáætlunum. Og það sem áður var orðað beint og skýrt þetta að jafna hefur verið tekið út og notað er orðalag þar sem að raunverulega markmiðin eru þau sömu en þá er hægt að túlka raunverulega breyttar áherslur eða sem breytta túlkun á jafnréttisáherslunum. Og það er hægt að segja þessi áherslubreyting gæti táknað það að það sé farið frá jafnrétti útkomunnar. Það sem í sjónarhorni er að útkoma jafnréttisdalsins feli í sér jöfn kynjahlutföll yfir í jafnrétti tækifæranna, það sem er reynt að fjarlægja hindranir. Í niðurstöðunum þá setja ég upp þessar töflur við hvert markmið og spyr þessar spurninga og svara þeim svona eftir á og svo ger ég lista á þeim mögulegu mælikvörðum, hvernig við getum mögulega mælt þessi markmið. Og til dæmis, þetta er bara dæmi, ég með fullt af mælikvörðum, en þetta er dæmi til dæmis mælikvarða sem getur þá passa við þessu fyrsta markmið, þá er það að stjórnendur skuli tryggja að hvoru kyninu sé mismunað við úthlutun verkefna, svo við ákvarðanir á starfsaðstæðunum og þá er möguleg mælikvarði á því til dæmis kynja hlutfall þegar kemur að dreifingu verkefna. Og svo kynja hlutfall þeirra sem til dæmis hafa eigin skrifstofu og hlutfall kynja sem deilir skrifstofu með einum eða fleirum. Og svo við seinna markmiðið í þessu dæmi að þá er hvoru kyninum á mismuna við úthlutun styrkja úr sjóðum Háskóla Íslands. Að þá væri hægt að reikna út kynja hlutfall þeirra sem sækjum styrki úr sjóðum við HÍ með hliðsjón af umbeðnum upphæðum flokka eftir deildum. Og eins fyrir neðan að kynja hlutfall þeirra sem fá styrki síðan úr sjóðum við HÍ með hliðsjón af veittum upphæðum. Og þetta er bara ef það hafa áhuga þá er þetta á skemmunni þannig að þetta skoða til mjög fleiri mælikvarðar sem ég lagði fram. Bara svona
ég gerði aðlagaði nokkra af mælikvörðum háskólans við HÍ, bara svona, það var bara að sýna ykkur eitt bara í fljótu bragði. Þetta mælikvörð sem mælir hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum og það sem maður þarf náttúrulega að gera fyrst að maður þarf að ákveða hvaða stjórnendastöður eiga að vera í mælikvarðanum og Háskólinn í Uppsölum, hann flokkar stjórnendahópinn í þrennt, það er akademíski stjórnendur, prófessorar og aðri stjórnendur. Og fyrst þarf þið sjáu það, kannski sjálf þetta bara mjög einfaldur hlutfallsmælikvarði. Það eru þarna 66 krónur og 187 kallar og þá kemur út þessi tala 0,48 og hvað þýðir hún eiginlega. Í raunverulega þá þýðir hún ekki neitt nema við höfum eitthvað viðmið og viðmið sem er í jafnréttislögunum til dæmis í sambandi við þetta er að konur 40-60% markmiðið viðmiðið er það að allt fyrir ofan eða neðan það er ójafnrétti. Þannig að þá myndum við niðurstöðurnar ættu raunverulega ekki að vera yfir 0,2 af því að þá erum við innan þessa 20% marka og allt yfir 0,2 þá gefur til kynna ójafna kynjadreifingu. En þetta er svona dæmi einn af þessum mælikvörðum. Það eru alveg nokkru til inn á ritgerðinni. Þannig aðra niðurstöður voru það að kyngreind gögn eru algjörlega grunnforsendu þess að sé hægt að gera þetta. Og það er kostir jafnréttismælikvarða er náttúrulega þegar þeir þrýsta á söfnun þessara kyngreindu gagna og að hún fari fram og upplýsingar séu á einum stað. Við gerum mótun stefnu markvissari, sérstaklega þegar er verið að móta stefnuna frá byrjun að hugsa alltaf hvernig eigum við að mæla, hvað mælikvarðar henta þessu. Ýta undir eftirfylgni og aðhald og svo að lokum hvetja starfsfólk og stjórnendur áfram í jafnréttisstarfinu. En ókostir það er svona spurning hvort að aukin of mikil áhersla á magn og hlutföll komi í stað gæða eða hvort að það ýti undir hitt, Þannig að það er umræða inn í þessu hvort að gera það. En svo getur það gerst að með samlagningu fleiri mælikvarða, í eitt svona heildarmælikvarða sem maður er ofta að reyna að fá fram með þessu, að þá getur við það myndast hætta á því að ójöfn kynjahlutföll jafnist út. Ef við erum að leggja saman tvo stjórnendahópa og í öðrum hópnum sem hafa jafn mikið vægi og í öðrum hópnum eru kannski miklu fleiri konur og í hinum miklu fleiri kallar og við leggjum þá saman að þá kannski sýnir það jafnast það út. Skiljið hvað ég meina. En þetta er kannski hægt að bæta með því að þróa áfram mælikvarðana. En það er eitthvað sem ætti alltaf að fara fram, þróun á mælikvörðum þegar þeir eru verið að nota þá í svona skipulagsheildum og í þessu starfi, í stefnumótunarstarfinu. Og skráning kyngreindargagna er algjört lykilatriði til þess að þetta geti yfir höfuð farið fram. Og að lokum þá ætla bara að segja að þessi mælikvarðar alls ekki allt. Það verður alltaf að fara á allt, verður að vera dýpri greining á stöðunni. En þeir náttúrulega eru samt kannski og það að safna tölfræðum gögnum og kyngreindargögnum er náttúrulega grunnurinn að því sem við erum að gera kannski. Já. Það er það. Kærar þakkir, það má nú mikið lærdóm draga af þessu. Þá bjóðum við velkomna Kristínu Önnu Hjálmarsdóttur sem hefur lokið meistaraprófi í kynjafræði og hún ætlar að segja okkur svolítið rannsókn sína á kynjasamþættingu innan Háskóla Íslands. Það mun vera þetta hérna. Já, það ekki. Já, komið þið sæl. Takk fyrir að bjóða mér að vera með hérna. Já, eins og Hrefna sagði þá er ég að ljúka meistaraprófi í kynjafræði eða búin að því og ætla að kynna lokaritgerðina mína sem fjallar um kynjasamþættingu í háskólanum á jafnréttisvandi styrki. Vissi nú ekkert hvernig ég átti að nálgast þetta hérna, en Arnar talaði eitthvað að ég ætti að kynna fyrir ykkur tæki, en ég ætla svona ganga út frá því að
selja ykkur ritgerðina mína sem tæki við kynjasamþættingarvinnuna. Og rannsóknarspurningarnar sem ég var með voru 3, að kanna hvað hvað er talið stuðlað velheppnaðar og árangursríkri kynjasamþættingu, hvað hamlar innleiðingu kynjasamþættingar í Háskóla Íslands og hvernig geti verið hægt að nálgast kynjasamþættingarvinnu í háskólanum. Í stuttu máli sagt er svarið við fyrstu 2 spurningunum að nauðsynlegar forsendur velheppnaðar kynjasamþættingar eru ekki til staðar innan háskólans. Þær eru skýrar skilgreiningar, til dæmis á grundvallarhugtökum eins og jafnrétti kynjanna, kyni og kyngervi, kynjasamþætting og svo framvegis. Skýr pólitískur vilji til verka sem kemur meðal annars fram í fjármagni og yfirlýsingum, það reyndar allt á réttri leið, heyrist mér. Svo er þekking á jafnréttismálum sem þarf að vera til staðar og nauðsynlegar bjargir eins og fjármunir, tími og mannafli. Því þetta tekur tíma að kynjagreina. Og það er hlutverk stjórnar og stjórnenda Háskóla Íslands að skapa þær aðstæður svo hægt verði að uppfylla ákvæði jafnréttislaganna. Og þegar ég ætla að selja ykkur ritgerðina, ætla ég að fara í gegnum hvað er í henni. Og þekktar birtingarmyndir forsendubrestsins eru meðal annars að fólk telur að kynjasamþætting snúist fyrst og fremst höfðatölu jafnrétti, mannauðsmál, skilur ekki grundvallarhugtök, veit ekki til hvers ætlast af þeim og telur að kyn og kyngervi skipti ekki máli eða tengist ekki viðfangsefni þeirra. Það segir sig sjálft að það tekur tíma að byggja upp þekkingu og þjálfa fólki aðferðafræði kynjasamþættingar. Þar sem ritgerðinni er ætlað að hafa hagnýtt gildi reyndi ég að hafa í huga við skrifin að fólk með takmarkaða þekkingu á kynjafræði, jafnréttismálum og aðferðafræði kynjasamþættingar gæti nýtt sér hana til þess að afla sér undirstöðu þekkingar á sviðinu. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er meðal annars fjallað stuttlega fræðilegan grunn kynjasamþættingar eins og kenningar félagsmótun og kynjakerfið, grundvallarhugtökin kyn og kyngervi, kynjakerfið og kynjasamfélag, jafnréttishugtakið og kynjasamþættinguna sjálfa. Í öðrum hlutanum er meðal annars úttekt á stöðu jafnréttismála innan Háskóla Íslands sem gæti gagnast við undirbúning kynjasamþættingarvinnunnar. Þriðji og síðasti hlutinn svarar síðustu rannsóknarspurningunni, það er hvernig heppilegt gæti verið að nálgast kynjasamþættingu við skólann. Honum stilti ég upp sem drögum að handbók, hann skiptist í 2 meginkafla. Í þeim fyrri að farið gegnum undirbúning, kyngreind gögn sem eru undirstaða kynjasamþættingar og verkfæri kynjasamþættingar. Seinni kaflinn er svo dæmi hvernig maður nálgast kynjasamþættingu í háskólanum sem menntastofnun og vinnuveitanda. Rannsóknir og reynslan af kynjasamþættingu sýna að nálgunin þarf að vera heildstæð og taka mið af aðstæðum á hverjum stað og tíma. Það þýðir ekki að horfa á þegar við erum að nálgast með kynjasamþættingu, þá erum við ekki að taka einn part og rýna í hann og greina hann, heldur verðum við að skoða heildarmyndir og alla þætti sem hafa áhrif á stöðu mála og gætu mögulegar afleiðingar, mögulegar orsakir, mögulegar hindranir, bæði í samfélaginu og innan skólans. Og ég mæli með því að notuð verði nálgun sem byggir á svokölluðum jafnréttisstiga. Það er heildstæð nálgun sem var þróuð í Svíþjóð og hefur verið þýdd og staðfærð fyrir íslenskar aðstæður með handbókinni Jöfnum leikinn sem að Jafnréttisstofa var að kynna hérna áðan. Rannsóknir sýna að skiptir ekki öllu máli hvaða verkfæri kynjasamþættingar eru notuð. Árangurinn ræðst fyrst og fremst af hæfni þess sem verkfærunum beitir, sem þýðir að fræðsla er mjög mikilvægur þáttur. Hvort ljóst er að kynjasamþætting er aðferðin, við verðum að vita hvað maður er að gera og til hvers ætlast af manni, og markmið með vinnunni jafnrétti kynjanna. Og hvað þýðir jafnrétti kynjanna, það þarf að vera ljóst. Ég prófaði 3 verkfæruna á raunverulegum dæmum úr háskólanum og mitt mat að þau henti þörfum skólans ágætlega. En það þarf hins vegar að laga þau aðstæðunum. Dæmin sýna að aðferðin getur stuðlað að upplýstari ákvarðanatöku og gert vinnu á jafnréttismálum markvissari. Þegar ég skoðaði þjónustuþáttinn, þá notaði ég kerfisbundna jafnréttisúttekt til að gefa yfirsýn yfir þá þætti í starfsemi háskólans sem snúa þjónustu við nemendur.
Markmiðið var að veita kennurum og öðru starfsfólki innsýn í kynjasamþættingu þjónustu þáttar og draga fram dæmi möguleg viðfangsefni á sviðinu og sýna hvernig hægt að bera sig að við kynjasamþættingarvinnuna. Sjáu þetta? Já. En þið sjáu náttúrulega þetta snýst ekki höfðatölu jafnrétti og heldur svo margt fleira og bara tengist öllum störfum innan skólans. Listinn nær yfir bæði formlega og óformlega þætti sem tengjast kennslu og kennslutengdum þáttum. Þeir tengjast þjónustu við nemendum, úthlutun margvíslegra gæða til þeirra, skipulagi skólastarfs, námskrám skólans og ég að tala í fleirtölu og þá ég að vísa til opinberu námskrárinnar sem fjallar markmið náms- og hugmyndafræði, viðfangsefni, kennsluaðferðir, mat á árangri og svokallar nullnámskrár sem vísa til þeirra þátta sem ákveðið að kenna ekki. Og svo dulda námskráin sem spilar, held ég, dálítið stórt hlutverk í kynjamisrétti og vísa til ýmissa þátta sem kenndir í skólum með óformlegum hætti, til dæmis gildismat, viðhorf, venjur, siðir, hegðun og samskiptamynstur. Allir þættirnir á listanum tengjast með beinum eða óbeinum hætti stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum og ég leyfi mér að fullyrða að kynjaðar víddir finnast innan allra þessara þátta. Svo það virðist ekki vera neitt skortur á tækifæri til að kynja saman þetta. Ég held að það ættu allir að geta fundið sér verkefni á sínu starfsviði sem kemur þarna inn. En það sem maður gerir í svona kynjasamþykkum, maður getur tekið einn svona þátt, til dæmis skipulag náms, krufið hann og valið sér bara eitt verkefni úr honum. Við getum líka tekið, eins og úthlutun gæða, að það væri til dæmis eitt verkefni, væri bara að taka úthlutun einhverja tiltekinna gæða, til dæmis úr einhverjum sjóðum til nemenda, eitthvað annað, styrki til dæmis, eitthvað svoleiðis og skoða það ofan í kjölinn. Það væri svona hæfilegt verkefni, það væri alltaf stórt verkefni að taka þetta allt saman. Mitt verkefni var líka alltaf stórt, ég tók ég lagði áherslu á að skoða kynjasamþættingu námskrár, enda falla meðal annars undir hana kennslu og námsgögn sem jafnréttislögin og jafnréttisáætlun háskólans kveða skýrt á að eigi að kynjasamþætta. Auk þess skoðaði ég nokkra þætti sem flokkast undir skipulag skólastarfs og kennslu og námsumhverfi sem snúa beint og óbeint að starfi kennara og annars starfsfólks háskólans sem hefur eitthvað með þjónustu við nemendur að gera. Ég ætla bara að taka eitt dæmi úr námskránni bara svona til að gefa ykkur hugmynd hvernig hægt að taka bara fyrstu skrefin. Ég fer ekki alveg í gegnum allt ferli, þetta bara upphafið. Þegar verður að skoða námskrána þá verður að byrja því að spyrja fyrst af öllu hvernig kynjasamþætt námskrá lítur út. Því miður ekki til ein formúla en í samræmi við jafnréttislög ætti að endurspeglast í henni jöfn virðing fyrir konum og körlum, verkum þeirra, viðfangsefnum og þekkingarsköpun. Og í henni ætti einnig að endurspeglast viðurkenning af því að kyn og kyngervi séu mikilvægar breytur. Og það þarna í einu fylgiskjali í ritgerðinni svona dæmi frá Hollandi kynjasamþætta námskrá í læknisfræði. Það sem búið að draga fram ýmsa þætti sem hvernig kyn og kyngervi tengjast greininni. Síðan þarf að spyrja hvernig hægt að meta stöðu jafnréttismála og við kynjasamþættingu eru kynjamynstur notuð til þess að átta sig á því. Spurningin hver þau ættu að vera. Við því ekkert einhlítt svar heldur, en á glærunni má sjá nokkur dæmi. Aðgengi að kyngreindum gögnum ætti ekki að ráða því hvaða kynjamynstur eru skoðuð. Heldur þarf að hugsa út fyrir kassan, vinna með tilgátur og fyrirframgegnar hugmyndir stöðu mála, skoða fræðilegt efni og svo alltaf hægt að leita sér ráðgjafar hjá sérfræðingum á sviðinu. Ef þeir hafa tíma. Nei. En Þannig að það er líka mikilvægt að láta ekki fyrirliggjandi gögn ráða hvað skoða, vegna þess að þau eru mjög takmörkuð innan háskólans. Allar rannsóknir sem hafa verið gerðar á undanförnu hafa sýnt það. Og í stuttu máli sagt, fór ég nógu langt. Það ætla að fara tilbaka, hvað gerir það?
svindlum á sig. Já, þá þarf að spyrja á, hérna, þetta er komin. Í stuttu máli sagt leiddi greiningin á þessum kynjamynstrum sem ég valdi að skoða í ljós að getið var kyn og kyngervi í 80 námskeiðum af 2100 eða í 4% tilvika. Þau voru kennd á 4 fræðasviðum og í 16 deildum á 25. Og dreifast mjög misjafnt bæði milli sviða og innan þeirra. Engar vísbendingar komu fram að kynjunum var í mismunað með vali á kennsluaðferðum, en rannsóknir innan HÍ benda til þess að þær séu einhæfar í margum tilvikum og að kennarar hugi almennt ekki að þessum þætti kennsluskipulagningar með markvissum hætti. Og þar held ég að megin fyrst og fremst kenna bara þekkingarskorti. Það þurfi sér mikilvægt að koma á svona námskeiði fyrir kennara. Fólk fæðist ekki kennara, hvað sem fólk heldur. Gögn skorti eða voru mjög takmörkuð stöðu í jafnréttismála á öðrum sviðum, en erlendar rannsóknir sýna að kvenkyns höfundar námsefnis eru iðulega jaðarsettir, það er að segja að efnið frá þeim kemst bara ekki inn á námskrana. Orðræða, kennslu og námsgagna getur verið kynjuð, bæði í orðfæri, það getur verið í myndmáli, það getur verið bara undirliggjandi hugmyndir sem eru kynjaðar. Það var til dæmis eitt dæmi í kennslubók þar sem var verið að fjalla bakteríur sem mér skilst að hafa ekki kyn, en þar notuð svona hugtök eins og male og female til þess að lýsa hæfni eða hæfileikum frumanna. Og þetta, já, það er ýmislegt svona dæmi fáklædda konu sem er notuð til þess að lýsa einhverju eðlisfræðilegu fyrirbrigði og svo framvegis. Svo geta kennslutæki verið kynjuð. Það er kannski undarlegt að hugsa til þess, en ég fann eitt dæmi innan háskólans, það er sýndarsjúklingurinn, veit ég hvað hann heitir? Hermann, og hann lítur út alveg eins og kall, mjög kallmannlegur og hefur sem sagt, já, svona má veltaði fyrir sér hvort að það sé alveg í lagi. Og síðan benda rannsóknir til þess að kynjaðar leynist víða í námsmati, og þá er það ekki bara í því hvernig er gefið fyrir eða hvernig hæfni nemenda í metin, heldur getur það líka komið fram í hvernig próf eru saman, hvers konar spurningar þið semjið, hvernig, hvort það eru til dæmis skilgreiningarspurningar, krossaspurningar, hvað er spurt í þeim. Og svo framins. Það er alveg ótal margar vittir í þessu sem hægt er að skoða. En fljótt frá sagt þá kom fram kynjamunur eða staðfesting á því að hægt að vera á mismunun á grundvelli kyns eða kyngervis í öllum þeim þáttum sem ég skoðaði. Það virðist engin skortur á tækifærum til kynjasamþættingar innan þjónustu þáttarins. Ég ætla að kíkja hérna aðeins stuttlega á mannauðsþáttinn. Við höfum ekki tíma til þess að fara yfir einstök dæmi það. Birtingarmyndir kynjamýrritis á sviði mannauðsmála í háskólanum eru bæði sýnilegar og duldar og margar þær sömu og í þjónustuþættinum. Þær sýnilegustu koma fram í láréttri og lóðréttri kynskiptingu starfa og svo dulda í kuldalegu andrúmslofti í garð kvenna líkt og hjá nemendum. 2 birtingarmyndir og náskildar hafa verið mest rannsakaðar þessu sviði. Önnur skortur á formlegum og óformlegum stuðningi í námi og starfi sem getur birst hjá konum sem óánægja með þjónustu og stuðningsstjórnenda og samstarfsfólk, lélegt faglegt og félagslegt tengslanet, fræðileg útilokun og kynferðisleg áreitni. Kynjasamþættingarverkefni á því sviði væri hægt að nálgast með sambærilegum hætti og gert í nemendaþættinu. Hin tegund mismununa kemur fram þegar formlegt mat á hæfni, færni og frammistöðu skilar ólíkri niðurstöðu fyrir kynin. Ein frægasta rannsóknin á þessu sviði er rannsókn Veneros og World, Nepotism and Sexism in Peer Review, og það sýndi þar fram á að kyn og kunningsskapur höfðu áhrif þegar mat var lagt á verk og frammistöðu fólks. En það getur reynst erfitt að sannreyna eða afsanna mismunun því matsferlið er yfirleitt ógegnsætt. Það er því mikilvægt að skoða og leggja mat á það hvort gætt hafi verið réttlætis og sanngirnis, til dæmis við ráðningar og dreifingu gæða. Það virðist því heldur ekki skortur á verkefnum á sviði mannauðsmála.
Í ritgerðinni tek ég 2 dæmi, annað kynjasamþættingu á ráðningarferli og hitt vegna úthlutana úr sjóði. Þau ættu einnig að nýta sem fyrirmyndir við kynjasamþættingarverkefni á öðrum sviðum. Nálgunin við kynjasamþættingu á ráðningarferli henti til dæmis fyrir úttektir á ferlum bara yfirleitt. Jafnvel fyrir það hvernig svona ráðstefna er skipulögð. Sú aðferð sem beitt var við að skoða úthlutun gæðasjóðsins hentar einnig til að skoða dreifingu margvíslegra annarra gæða af hvaða toga sem þau eru. Og þá held ég að láta þessu nú bara lokið og þakka fyrir mig og vona að þið hafi haft eitthvað gagn af þessu. Það geti nýtt ykkur ritgerðina. Kærar þakkir. Ég ætla að segja ykkur frá því að bæði skýrslan stöðu jafnréttismála og þessar 2 ritgerðir eru aðgengilegar á jafnréttisgátt Háskólans, jafnrétti.hi.is, fyrir alla þá sem vilja kynna sér það, en við völdum sem sagt að hafa hérna bara svona stuttar kynningar. En nú fáum við sem sagt kaffihlé og áður en ég slepp ykkur lausum þá ætla ég aðeins að segja ykkur hvað gerist eftir það. Í fyrsta lagi þarf ég reyndar að biðja ykkur að ganga dálítið hljóðlega hérna fram af því það eru próf í gangi. Við ætlum að fá okkur kaffi niður í bókastofunni sem er hérna á hæðinni fyrir neðan. Þannig að við göngum eins og prúður og stiltir nemendur í grunnskóla niður og svo getum við rætt saman þegar við erum búin að loka að okkur. Eftir kaffihléð, fyrirgefiði, þetta er svo mikið stýring, eftir kaffihléð þá ætlum við að fá 3 stutt markviss erindi samþættingu frá ólíkum sjónarhornum og svo ætlið þið að ræða á þessum borðum og við skulum gera okkur farum að reyna að sitja á 6 borðum. Ég held við náum því, þá bara setjum við stól við endan ef það þarf. Og þá verða svona eins og 2 borðum hvert þema. Það er samþætting í kennslu og rannsóknum, samþætting innan stjórnsæslunar og samþætting fyrir alla. Það er að segja þá kynja og jafnrétti sjónarmiða. Og hafið það svolítið í huga, það verða spjöld á borðunum sem sýna hvað það er sem á að ræða og við höfum fengið hérna mæta umræðustjóra sem ég mun kynna á eftir og þið megið þá velja ykkur það þema. Fyrstur kemur, fyrstur fær með þið mest spennandi þema. En nú skulum við fá okkur kaffisopa.